Ég ætla að segja bara fyrir Haukaliðinu. Náttúrulega, þú veist, alltaf breytingar þegar það eru nýr kannar, ég fer og Dýrfinna náttúrulega átt alltaf til að byrja með, þannig að svona Haukandi frekar nýr, kannar nokkra nýjar stelpur, Líli komin aftur, nýr þjálfari og hérna, ég held að það sé bara svolítið spennandi að sjá hvað kemur þaðan. Þessi deild er náttúrulega svona svolítið verið allt öðru sem þetta var í fyrra og svona maður er kannski spenntur svona fyrir fullt af hlutum, en ég er náttúrulega svo mikil Haukastelpa og þetta eru mínar konur í Haukum, þannig að ég er bara mjög spennt að sjá þær spila. Ég er svolítið spennt að fylgjast með því hvernig allir þessi Bosman-leikmenn munu hafa áhrif á deildina. Hvernig munu þeir allir koma út, verður deildin það mikið sterkari og bara já, hvort að þeir séu góðir. Ég er bara að sjá breytingarnar, það verða töluvert miklar breytingar á öllum liðum, þannig að ég er svona spenntastur fyrir að sjá bara breytingarnar. Vá, bara tímabilið byrjið til þess að byrja með. Ég er alltaf spennt fyrir að sjá hvernig Haukarnir verða. Þetta hefur verið áhugavert að sjá Líli Herdi koma aftur inn í deildina og hvernig Ólafur mun spreyta sig. Mikið breytingum í deildinni. Ég sé ekki mest spenntur fyrir að sjá hvernig Stjarnan tekur skref fram á þið með þá leikmenn sem þær hafa náð í. Snæfell líka spennandi að Gunnhildur með heilt tímabil og nýr þjálfari og fleira. Þessi Stjarnan og Snæfell, mest spenntur fyrir þeim á nýja tímabili. Ég er náttúrulega bara mest spenntur að allt fyrir að byrja sko. Það held ég að segja almáli. Það er svona þýður eftir því, en svo er alveg náttúrulega mörg lið með nýja útlendinga og maður er náttúrulega spenntur eftir að sjá hvað það geta sko.